Já, velkomin á þennan fund og gaman að sjá svona marga. Og það mikilvægt fyrir okkur í Háskóla Íslands að eiga samtal við önnur skólastig og ég vona að það sé gagnkvæmt. Nú, þó að flutningur á milli skólastiga sé í raun og veru eðlileg framvinda í okkar lífslaupi eða flestra hjá okkur flestum, að þá getur sú reynsla alltaf tekið á og það alltaf krefjandi að flytjast eða færast á milli skólastiga. Það líka spennandi, áhugavert, skemmtilegt og því getur líka fylgt ákveðin frelsistilfinning fyrir nemendur. Nú, við náms- og starfsráðgjafar hittum alltaf einhverja nemendur sem eiga erfitt með að aðlagast nýju skólastigi og erum öll að vilja gerð til aðstoða en stundum skortir okkur leiðir til að aðstoða nemendur. Nú, þegar ég horfi svona á framkvæmd á flutning á milli skólastiga og ég tek það fram að ég ekki að tala út frá einhverri fræðilegri rannsókn eða neitt þannig, heldur bara mín tilfinning, mín reynsla, þá finnst mér eins og leikskólinn og yngsta stig grunnskóla séu komið hvað lengst í því að útfæra flutning á milli skólastiga og við getum örugglega margt lært af þeim. Það gert með heimsóknum, með viðtölum, kynningum og fleira og það getur náð yfir langt tímabil. Nú, það allt gert til að draga úr kvíða og auka öryggi barna og líka foreldra þeirra. Nú, og flutningur á milli deilda í leikskólum líka vel útfærður. En við hjá Háskóla Íslands viljum gera okkar til að brúa bilið á milli skólastiga og ég nefni sem dæmi bara háskólahermi eins og búið að vera að tala í dag og síðan það kynningar í skóla, það háskóladagurinn og það kynningar út á land og nú deildir efna til móttöku, taka á móti nemendum og starfsmönnum. Nú síðan það fundir skólastjórnenda sem var talað það háskóli unga fólksins og síðast en ekki síst öll þau samtöl sem við náms- og starfsráðgjafar eigum við nemendur sem standa á krossgötum í lífi sínu. Þannig að það margt gert. Mig langar aðeins að segja það eru rúm 2,5 ár síðan við buðum náms- og starfsráðgjafum annarra skólastiga til samtals við okkur og síðan þá höfum við gert ýmislegt og jafnvel sumt af því sem gert hefur þróast út af samtölum okkar við ykkur. Nú, við höfum tekið til dæmis upp netspjall. Það komin viðbótarstaða sálfræðings til okkar í náms- og starfsráðgjöf og það von á ennþá meiri viðbót. Nú, tengslatorgið hefur orðið að veruleika, Jónína Kárdal mun tala það á eftir. Nú, námshjólið sem búið að kynna, að það líka nýtt. Nú, einnig að nefna að það var talað það svolítið síðast að vefsíðan okkar eða heimasíða Háskóla Íslands væri flókin fyrir nemendur og væri svolítið djúpt á margar upplýsingar. Það búið að vinna mjög mikið í heimasíðunni og hún orðin mun aðgengilegri. Við finnum það alveg þegar við erum að fá nemendur til okkar í viðtöl að þeir hafa geta kynnt sér ýmislegt betur en þeir gátu gert áður. Nú, en ég ætla í stuttu máli að segja ykkur frá þjónustu náms- og starfsráðgjafar Háskóla Íslands og okkar verkefnum. Hlutverk starfsfólks að veita nemendur skólans stuðning og þjónustu meðan á námi stendur og við framkvæmd á mótun þjónustunnar tekið mið af stefnu háskólans HÍ 21. Náms- og starfsráðgjafar virku þátttakandi í samfélaginu og með þátttöku í kynningarferðum á landsbyggðinni og háskóladeginu með aðkomu háskólahermi og með samskipti við náms- og starfsráðgjafa á framhaldsskólastigi. Tilgangurinn að kynna Háskóla Íslands fyrir verðandi nemendum og brúa bilið úr framhaldsskóla í háskóla með gagnkvæmu samstarfi á milli skólastiga. Það gaman að segja frá því að innan okkar starfa, ég var svona að spá í hópinn sem að vinna hjá okkur
hjá náms- og starfsráðgjöf. Þetta svona fjölfróður hópur, myndi ég segja. Og þegar ég fór að spá í svona hvaða tungumál fólk talar það alveg ótrúlega mikil tungumálaþekking innan okkar einingar. Og það má til dæmis nefna að fólk hefur á valdi sínu náttúrulega ensku, sænsku, ítölsku, frönsku, þýsku, táknmál og margir mjög segir í dönsku. Og þannig að nemendur koma ekki að tómum tungumálakofanum þegar þau koma til okkar. Þannig að þetta held ég svolítið sérstakt. Nú ef við skoðum starfshlutföllin, að þá verð ég nú að segja það að starfshlutföll okkar eru rosalega rokkandi. Og það aldrei að vita hvað eru margir að vinna, hvað eru margir í hverju teymi og hvað eru margir að vinna á einingunni. Og það liggur við að flóknasta spurningi sem við fáum í starfinu sé það hve margir náms- og starfsráðgjafar að vinna hjá NSHÍ. Það bara staðreynd. En allavega við tökum bara stöðuna eins og hún nákvæmlega á þessari mínútu sem ég stend hér, að þá eru stöðugildin 11,73. Þar af eru náms- og starfsráðgjafar í 6,93 störfum. Almenn náms- og starfsráðgjöf 4,43 stöðugildi, sértæk úrræði 2,5 stöðugildi. Síðan erum við að tala tengslatorgið og það 0,8 eða 80% stöðugildi af því að Jónína líka í náms- og starfsráðgjöfinni. Síðan erum við með samtalssálfræðinga 1 stöðugildi, það 2 í 50%. Við erum með deildastjóra í 100% starfi, verkefnastjóra í 100% starfi, síðan skrifstofustjóra í 49% og rafræn próf í 51%. Nú, teymin, og það við getum aldrei vita hvað þau kallast, en náms- og starfsráðgjafateymið 5 eða jafnvel 6. Síðan það sérúrræðateymið. Við kallum það kannski þristin í dag, það var tvisturinn einu sinni. Svo það sálfræðiteymið, það var tvisturinn en verður kannski að 3 því það að bætast eitthvað við. Svo það tengslatorgið, það kannski ásinn, en Jónína mun segja ykkur frá því og eftir. Hér sjáum við náms- og starfsráðgjafateymið. Það sem sagt, það teymið skipa Ásta Gunnlaug Brím, Inga Berg Gísladóttir, Jóhanna Sólveig Laufdal sem í veikindaleyfi, það ekki mynd af henni hér, þið sjáu hennar síðar. Það Kristjana Mjöll Sigurðardóttir, Laufey Guðný Kristinsdóttir og Lýdía Kristín Sigurðardóttir auk Jónínu með, sem í 20%. Nú, hlutverk okkar í 5-unni, ég sem sagt hluta 5-unni, að ráðgjafa þessa teymis, veita upplýsingar námsframboð og ráðgjöf námsval. Náms- og starfsráðgjafar aðstoða háskólanemendur einnig við að brúa bilið frá námi í starf. Þeir bjóða upp á bendil 3 og veita leiðbeiningar gerð ferilskrár, kynningabréfs, starfsferilsmöppu, undirbúning fyrir atvinnuviðtöl. Einnig bjóða þessir ráðgjafar upp á persónulega ráðgjöf fyrir nemendur. Nú þá það sérúrræðateymið, það skipað Hrafnhildi Kjartansdóttur og Aðalbjörgu Guðmundsdóttur og Ástríði Margréti Eymundsdóttur og þær sinna nemendum sem þurfa á sértækum úrræðum að halda í námi og prófum. Nú fyrir sértæk úrræði í námi þá þurfa nemendur að skila inn gögnum frá lækni eða sérfræðingi og koma með það með sér þessi staðfesti sem sagt þörf fyrir úrræði og koma með þessi gögn með sér í viðtal til náms- og starfsráðgjafa. Og það alltaf gengið frá skriflegu samkomulagi eða samningi úrræði. Nú þessir ráðgjafar halda líka utan aðstoðarmannakerfi og aðrar lausnir fyrir nemendum með sérúrræði. Þá það sálfræðiteymið, þetta fullt af teymum eins og þið sjáið og það eru núna 2 í þessu teymi, það Katrín Sverrisdóttir og Ásta Rún Valgerðardóttir
og þær eru sem sagt báðar í 50% starfshlutfalli. Og þær veita nemendum greiningu á vandanum, ráðgjöf og stuðning með í einstaklingsviðtölum og líka í hópráðgjöf. Auk þess bjóða sálfræðingarnir upp á örfyrirlestra og námskeið streitustjórnun, sjálfstyrkingu, svefn og svefnvenjur. Það þarf alltaf að bóka tíma hjá sálfræðingu, það ekki opinn tími hjá þeim og það oft gert eftir viðtal við náms- og starfsráðgjafa og ráðgjafarnir við náms- og starfsráðgjafarnir sjáum mjög oft að koma á tengslum á milli þessara aðila. Ég vil einnig benda á sálfræðiráðgjöfina sem er í boði hjá kandsikknemum sem eru á seinna námsári í klínískri sálfræði og þetta í boði fyrir nemendur Háskóla Íslands og líka í raun og veru fyrir börn nemenda og jafnvel maka. Þannig að það mjög góð þjónusta og vel nýtt. Það þarf að borga aðeins fyrir þessa þjónustu. Þetta samvinna milli okkar sálfræðinga og sálfræðideildarinnar. Aðrir sem fengu ekki mynd af sér áðan, þeir fá mynd, þannig að það eru fleiri sem að vinna. Þarna Díana sem verkefnastjóri móttöku og María Dóra sem okkar deildastjóri og Inga Birna sem að sjá í sér rafrænu próf og Magnús skrifstofustjóri ásamt Jóhannu Löfdal. En nú ætla ég aðeins að fara í smá tölfræði, svona bara rétt til fróðleiks fyrir okkur og ykkur, að á síðustu 12 mánuðum voru 6.352 heimsóknir til okkar og þar af voru 3.399 einstaklingar. Af þessu voru karlmenn 2.016 og konur 4.166, nemendur háskólans voru 4.859 en nemendur utan háskóla eða einstaklingar utan háskólans voru 1.482 og það geta til dæmis verið nemendur úr framhaldsskólum sem að spá í nám við Háskóla Íslands eða hugarnámsvali og fleira í þeim dúr og þá alveg kjörið fyrir okkur að einmitt að kynna námsvalshjólið og senda nemendur heim með verkfæri og það og líka síða næsta skrefs. Þetta hjálpast svolítið mikið að. Meira af tölfræðinni. Það voru við bjóðum upp á bæði bókaða tíma eða bókuð viðtöl og opna viðtalstíma og í bókuðu viðtölunum þá líka inn í því heimsókn til sálfræðingana. En opnir viðtalstímar voru 3.364, bókuð viðtöl voru 2.106 og þannig að 882 var eitthvað annað eins og áhugakannanir, símaviðtöl, hópráðgjöf og fleira og inn í þessari 882 þannig að það geta líka verið nemendur sem eru utan skóla eins og þeir sem eru til dæmis að taka áhugakannanir. En ef ég stikla á stóru varðandi önnur verkefni eða þjónustu sem við bjóðum upp á og þá það náttúrulega bendill 3. Við bjóðum hana bæði í einstaklingsfyrirlögn og líka í hópfyrirlögn. Það í raun og veru alveg sama það sem boðið upp á. Þetta bara nákvæmlega sama ferlið að farið í gegnum sömu verkefni og allt eins nema þarna einstaklings að þá eins og nafnið gefur til kynna þá það bara maður og mann. Og það hefur orðið sífellt vinsælla. Síðan erum við með alls konar námskeið og stuðning. Við erum með námstækni námskeið, vinnustofur lokaverkefni, prófkvíða námskeið, vinnustofur frá umsókn til atvinnu og önnur tilfallandi námskeið sem okkur dettur í hug eða eru mikilvæg akkurat á þeirri stundu. Við erum með það sem við kallum CV-klíník og síðan höfum við verið líka að bjóða upp á slökun fyrir próf. Við erum líka tengiliði við fræðasviðin og það eiginlega 5 sem sér það. Við tökum þátt í móttöku nýnema
Og við tökum þátt í námskeiðum á vegum deilda. Í grunnnámi þá hafa helstu umfjöllunarefni okkar verið tímastjórnun, skipulag og námstækni, frestun og vellíðan. Í meistaranámi þá kannski helst fjallað tímastjórnun, skipulag, vellíðan og örlítið komið inn á vinnu með námi því margir eru þannig. Við erum með örfyrirlestra, bæði búum við til nýja og síðan einhverju sem eru margnotaðir, en við vorum til dæmis með örfyrirlestraröð núna í september sem hefði mátt ganga betur og við erum svona að spá í að koma með rafræna lausn á þessu. Önnur verkefni eru til dæmis samvinna við markaðs- og samskiptasvið, til dæmis eins og námshjólið, háskólahermir, tengslatorg, sprettur, verkefnavaka, ráð og nefndir, til dæmis ráð málefni fatlaðs fólks, kennsla hjá námsbraut, kennsla hjá öðrum námsleiðum og miðstöð framhaldsnáms. Ég vil benda líka á netspjallið sem það hófst 12. júní 2018 og þetta spjall á netinu og þjónustunni miðlað til réttara aðila, til dæmis náms- og starfsráðgjafa, fræðasviða, nemendaskrár í gegnum þjónustuborð Háskóla Íslands. Við bjóðum upp á þetta mánudaga til fimmtudaga frá 9 til 11 og við fáum svona cirka 2 til 4 fyrirspurnir á dag og 5 teimi sér netspjallið. Og ég verð að segja að ég held svona fyrst þetta væri svolítið ópersónulegt og ég bara, held þetta yrði svona meira einhver bara beina upplýsingagjöf eða eitthvað, en það hefur komið mér á óvart hvað þetta getur verið persónulegt og að nemendur þakka kannski kærlega fyrir gott spjall og allt það. Þannig að þetta líka, við erum kannski að tala kynslóð sem svo vön að vera á samfélagsmiðlum. Og síðan það ráðgjafapósturinn sem við köllum og hann alla daga skilvirkur og nemendur sem sagt það lítið bið, við reynum að svara öllum bara á hverjum degi og áframsendum það sem þarf að fara til annara. Við erum með erlent samstarf og við erum með fulltrúa í NÚAS og það eru fulltrúar í norrænum netverkum náms- og starfsráðgjöf og sértæk úrræði í námi á háskólastigi og síðan hefur náms- og starfsráðgjöf boðið upp á skipulegða dagskrá fyrir evrópska náms- og starfsráðgjafa og farið í starfsmannaskipti til háskóla í Evrópu. En svo náttúrulega fullt af mörgum öðrum verkefnum og bara ég þakka bara kærlega fyrir áheyrnina og vona að þið eigið eftir að heyra eitthvað meira gagnlegt í dag og hér getið þið séð allar leiðir til að hafa samband við ykkur. Næst á dagskrá Jónína Kárdal að tala tengslatorgið.